Hérna eru þær Steinunn Stefánsdóttir blaðamaður og Auður Jónsdóttir rithöfundur. Þær hafa ásamt Báru Huld Beck tekið saman bók sem heitir Þjáningarfrelsið, óreiða hugsjóna og hagsmuna í heimi fjölmiðla. Þetta er eiginlega bara stór úttekt á íslenskum fjölmiðlum, kannski ekki beint alveg fræðilega. Þetta eru greinar og viðtöl og pælingar stöðu íslenskra fjölmiðla núna í samtímanum, þessum flókna og óreiðukennda samtíma, og þessi titill náttúrulega mjög skemmtilegur, Þjáningarfrelsið, en þið eruð að þið eruð að skoða mjög stóra mynd og skrýtna mynd og ég ætla eiginlega bara að biðja ykkur að koma til mín strax með stóru línunar í þessu. Steina, þú vilt byrja. Þetta í raun og veru erum við að reyna að draga upp mynd af stöðu fjölmiðla og blaðamennsku, fjölmiðlunar í samfélagi, í þessu íslenska samfélagi okkar sem er örsamfélag, algjört örsamfélag, örmálsamfélag líka og svo lifum við á tímum þessarar miklu alþjóðavæðingar og þar sem að tungumálið á undir högg að sækja og allar hugmyndir og öll kerfi að þróast meira og meira í þá átt að verða einsleit og peningarnir náttúrulega stýra alltaf meira og meira. Já. Þannig markaðslögmál, allt lítur markaðslögmálum og þá erum við stödd í þessari veröld að í svona litlu samfélagi þá ekki hægt að reka fjölmiðla á markaðslögmálunum einum saman. Við fáum ekki nægilega marga áskrifendur, við náum ekki nægilega miklum auglýsingatekjum, við náum ekki inn þessum rekstrargrundvelli af því að samfélagið svo lítið. Og svo, það náttúrulega bara eitt sem stórmál sem hefur breyst það að auglýsingatekjur sem stóðu undir fjölmiðlum hér áður fyrr, þær eru bara farnar til útlanda, fólk bara auglýsir á Facebook og Google, það er eitt málið. Þetta svo breyttu veruleika, þess vegna þessi bók, hún ekki til að koma með einhverja lausnir, þetta til að reyna að lýsa einhverju ástandi og þetta svo kaotískt ástand og einhvern veginn það svo erfitt að reyna að sjá eitthvað fram í tíman eða hvert þetta stefnir. Salvör Nordal segir þarna að við séum búin að búa í kerfi sem við höfum ekki andlega getu til að skilja, bara allar þessar tæknibreytingar og samfélagsmiðlar og allar rekstrarforsendur breyttar og svona með þetta með hvernig eigi að fjármagna þetta allt saman og með auglýsingar á undanhaldi og að fara í eitthvað svona svarthól tæknirisa út í heimi. Já. Að þetta bara, það þarf svo mikla meðvitund og það þarf svo mikla hugsun í að geta bara svo vassheldir fjölmiðlar geti fúnkar hérna og þetta svo flókið og ég held að þetta sé svolítið að gangast við því hvað þetta flókið, að við þurfum að halda þessari umræðu stöðugt vakandi á hvernig degi. En eitt af því sem þið talið bara mjög vond starfskjör blaðamanna og fréttamanna. Og það þetta partur af þessu öllu, að fjölmiðlarnir, þeir hafa úr svo litla að spila, að launin verða lág og allar aðstæður, starfsaðstæður slakar. En svo það líka það að einkareknu fjölmiðlarnir eru í svo miklum ólgusjó. Þeir byrja að hætta, þeir skiptum eigendur eða ritstjóra og þar með ritstjórnarstefnu, þannig að starfsöryggi fjölmiðlamanna bara, það rosalega slakt. Svo komum við bara inn á að hagur almennings og hagur sérhagsmuna fer ekki alltaf saman. Nei. Og það eru svona eins og nokkuð sláandi frásagnir eigendaafskipti á stórum miðlum. Mér finnst til dæmis Saganars Þórðar Snæs, hún lýsir mjög vel þessum veruleika þegar manneskja sett í það að þurfa að velja milli þess að sína heilindi í starfi eða bara lífsafkomu, að eigandi fer fram og kvartar þannig eða jafnvel fer fram á að blaðamaður sé rekinn af því að viðkomandi hefur verið að fjalla viðskipti hans, eins og með Þór Snæ
og frásögn hans af Jóni Ásgeir og Ingibjörgu og viðskiptum þeirra á Fréttablaðinu. Já. Og líka önnur sambærileg saga á Morgunblaðinu. Sem hann á. Já, hann verið á sem tveimur stærstu blöðum. Já. Annars vegar lendir hann þarna í skoðanágreiningi við Davíð Oddsson og hins vegar út af Frétt og hins vegar við Jón Ásgeir og Ingibjörgu sem hann kemst að hafa farið fram á og hann verði látin fara. Og þessi saga örugglega ekkert einsdæmi en þarna svo bara fer hann að stofna sinn eigin miðil. Já, verður að gera það. Það eina sem hann getur gert ef hann ætlar að halda áfram. En rekstargrundvöllur hans náttúrulega bara eins og að vera bara næfurþunnum ís. Já, bara kjarninn og þarna, og hann skrifar líka og segir frá því hvernig það að reka að vera með sjálfstæðan fjölmiðil. En það þetta sem setja fólk, það í þessu rosalega óörugga starfsumhverfi, það með húsnæðislánin sín og börn og svo þarf það að taka svona ákvörðunir, ætlar að kóa með þessari frétt eða horfa framhjá eða ætlar að setja allt þitt í uppná. Og þessi veruleiki svolítið, ég held að við sem samfélag eigum ekki að gúttira þetta og þá ég ekki að tala til hægri eða vinstri eða neitt, heldur bara þessa... En sko, þetta náttúrulega leiðir líka til þess að það viðhelst engin þekking inn á ritstjórnunum vegna þess að sko þekking í allir þessari starfsmannaveltu þá drenast alltaf þekkingin út. Þannig að inn á ritstjórnum takmarkað einhvern veginn langtímaminni og það næst ekki það byggist ekki upp nein sérhæfing, við erum ekki nema í mjög takmörkuðum magni til dæmis með blaðamenn sem eru sérhæfðir í viðskiptafréttum, sem eru sérhæfðir í alþjóðlegum fréttum. Þetta, sko, ég ekki að segja þetta sé ekki til, en þetta allt á takmarkað. Og það líka þetta bara jafningjabasis að fjölmiðlamanneskjan geti tala við hæstráðendur og fólk úr öllum áttum á jafningjabasis að þú veist, það sé nógu mikið af reynslu miklum fréttamönnum sem að, þú veist, hafa baksug og hafa innsæi og geta... Svo eitt sem sko, það náttúrulega verið mjög mikið bragð sko, málsóknum og hótunum málsóknir sko, sem var dönið á fjölmiðlunum núna síðustu árin. Já, og þetta eru kælingaráhrifin. Já. Og þau eru kannski uppsprettin að þessari bóka því hún verður til að því ég var í málaferlum alltaf að skrifa þá upplifun. En svo bara þegar ég fór að tala við fólk þá sá ég hvað þetta í rauninni harður veruleiki. Já. Og bara eins og hann Jón Trausti á stundinni, hann búinn að vera á, annar tugur með þeirra mála. Á annar tugur með þeirra mála? Já, sem blaðamaður og ritstjóri. Já. Og hann hefur unnið öll nema eitt sem hann heldur að hefði unnist að það hefði farið fyrir Mannréttindadómstóli. Og og að vinna við þessi skilyrði. Að þetta náttúrulega ekki fyrir neitt venjulegt fólk. En menn eru mjög gjarnir á að fara í mál. Já. Og það náttúrulega, það ein birtingamyndin á því virðingaleysi sem að ríkir í okkar samfélagi gagnvart fjölmiðlum. Að það ekki borin virðing fyrir bara vinnureglum fjölmiðlamanna. Og menn bara eru móðgunargjarnir. Og það eins og fólk hafi ekki alltaf innsýn í bara funksjón og ritstjórnum að það sé ákveði vinnuferðlegarnir í gangi og þetta sé, þú veist, ákveðin strúktúr. Það svona, og hvernig stjórnmálamenn leyfa sér að tala niður fjölmiðla á ofsalega ábyrgðarlausan hátt stundum. Því það svo mikið fordæmi í allri samfélagsumræðu bara. Og bara talandi Kyndir undir þetta virðingaleysi. Já, bara Ríkisútvarpið, hvað það varð veikt og viðkvæmt þegar Vigdís Hauksdóttir fór yfir fjárlaganefnd, þá kom það svo berlega í ljós hvað stofnunin óvarin. Og þetta allt hluti sem bara ætti að horfa mjög alvarlegum augum á. Hún talar þá beinlínis að Ríkisútvarpinu verði bara refsað. Já, og það að bara Ríkisútvarpið sitji undir þessu og jafnvel að það fari að hafa einhver áhrif og þú veist bein eða óbein. Að þetta, sko, við bara sem samfélag eigum ekki að gúttira að stjórnmálamenn tali svona fjölmiðlum af svona ofboðslega ábyrgðarleysi og bara í svona á ólýðræðislegan hátt. Og sem sagt, ef við tölum áfram þessar málsóknir, þá það náttúrulega líka, þetta
þetta birtingamynd af þessari vanvirðu og vanþekkingu í raun á fjölmiðlum, en áhrifin sem þetta hefur eru náttúrulega eins og Auður segir, það þessi kælingaráhrif, þetta fjölmiðlarnir fara að passa sig, sko, gæta sín, jafnvel þó að staða þeirra sé sko lagalega sterk og jafnvel þótt eins og núorðið þá vinnast þessi mál ekkert. Nei. En enga síður farið í þau og kannski oft með vissu að þau muni tapast. En effektin, sko, áhrifin nást samt. Það næst að ruggla svolítið í starfseminni, það næst að láta einhverja x-marga fjölmiðlamenn fara að fókusera á að verja sig í rétti í staðinn fyrir að fókusera á að skrifa fréttir og það næst að vera ógn fjárútlát vegna þess að þó að mál tapist að þá þetta auðvitað kostnaður líka fyrir fjölmiðla. Fjölmiðl getur farið á hausinn við eina mál. En ef við förum út í, svo náttúrulega spurningum gildi fjölmiðlunar og ég reyndar verða viðurkenna það ég dálítið gamaldags, ég trúi á klassíska fjölmiðlun eins og hún stunduð af ákveðnum fjölmiðlum út í heimi og hefur stundum verið stunduð hérna en við lifum á tíma falsfrétta og við lifum á tíma þess þegar fjölmiðlar stjórnast mikið af því hvað menn klikka mikið á vefina en sko, hvað segir þið svona mikilvægi fjölmiðla? Sko, mikilvægi þetta eru lungu lýðræðisins, myndi ég segja, þó hljómi háflegg og núna eru bara hlutir eins og eru við með nógu sterka fjölmiðla til að spegla okkur í heiminum, nógu mikið af dýpri fréttaskýringum hérna, þetta þurfum við allt til þess að vera bara meðvitaðir kjósendur, neytendur, við þurfum, þú veist, fjölmiðlar geta hjálp, þeir geta kennt okkur hugtök, þeir upplýsa okkur, þeir setja okkur í samhengi við flókin heimsveruleika, en geta þeir gengt þessu og það eins og þeir kannski, þetta hlutverk sem þeir ætti að hafa, það sé kannski ekki alveg að og það þegar samfélagsmiðlarnir kom inn þá ægir öllu saman og þá er hættan á því að allt sé orðið jafn gilt einhver náungi út í bæ sem situr og deilir einhverjum líkum en þá verða ritstjórnir svo mikilvægar að allt þetta og líka bara eins og með sko gögn sem komum gagnaleynd eða hvort sem eru falsfréttir eða eins og margir tala séu svo margir almannatenglar en ef ritstjórnirnar eru styrkar þá þú veist erum við með öryggisventili. Sko fjölmiðlarnir náttúrulega í raun og veru aldrei mikilvægari heldur en núna í þessu samfélagi og það versta sem getur gerst það að við gefumst upp. Við segjum bara það þýðir hvort sem ekkert að reka fjölmiðla með þar sem starfað eftir svona grundvallar viðmiðum fjölmiðlunar að því þetta bara fer allt í einn graut á samfélagsmiðlum það má ekki gefast upp með þessum hætti vegna þess að ef við gerum það, ef við gefumst upp að þá náttúrulega þá grasserar þetta þá fyrst sko ná falsfréttirnar og sko allt þetta öll þessi upplýsingamisferli þá náðu flugi ef enginn til þess sem að stendur og greinir. En það líka þetta streymi af samfélagsmiðlunum inn í fjölmiðl og hvað sko alls konar fréttir og hlutir og líka hlutir sem kannski eiga ekkert erindi í fjölmiðla, eitthvað skilnaði fólks og önnur hliðin allt í nú komin og forsið einhvers blaðs af samfélagsmiðli að því allt fær miklu meira vægi við að fara inn í fjölmiðil. Jú. En þarna stundum streymið svo skrítið á milli. Þið talir reyndar sko það hvernig við eigum að umgangast fjölmiðla, hvernig við eigum að nota fjölmiðla. Eigum að enda bara stutt á því. Já, við skulum gera það. Það náttúrulega, það algjört lykilatriði að við sem að notum og neytum fjölmiðla að við berum virðingu fyrir þeim. Og við látum ekki tala þá niður fyrir okkur og við verðum að styðja við þá. Við verðum að fjölmiðlar get ekki lifað í tómarúmi. Ef við höfnum þeim þá náttúrulega
vistnaðir. Við verðum kannski að taka upp veskið. Við verðum jafnvel að taka upp veskið. Fjölmiðlar sem okkur finnast gera góða hluti og hérna kannski líka passa okkur sjálf að vera ekki alltaf með einhverja hugmyndir hvernig fjölmiðlar á sama tíma eigi að gera hlutum. Við bara sko, hlutin verður að vera rétt gerðir en við erum líka í svo miklum hópum í íslensku samfélagi. Við erum rosa kröfuhörða og fjölmiðlar þjóni okkar. Já, við verðum líka átt okkur á því að fjölmiðill í örsamfélagi hann getur ekki verið á pari við risastóran 150 ára gamlan fjölmiðil í milljónasamfélagi, sko. Ég þakka ykkur fyrir að koma hérna, bókin ykkar Þjáningarfrelsið kemur út í júní. Við ætlum að halda áfram og tala um skólamál.